Ægólfur, segðu mér, leiddi maður þessi gegnum. Þetta var rosalega kaflaskiptur leik. Hvað er að gerast? Sko, þetta byrjar eiginlega bara í gær. Já. Við mætum mjög flatir og erum bara mjög ósáttir með okkur sjálfa og strákarnir greinilega ósáttir líka vegna þess að þeir heldur betur mættu tilbúnir núna. Við spilum næstu því bara flawless fyrirháleik. Og það er alltaf í svona high intensity leik þá koma margir tapaðir boltar, bæði liðir að forsa mörgum töpuðu boltum. Þannig að við vissum að þeir kæmu alltaf einhvern veginn tilbaka. En að standast þetta var það mikilvægasta fyrir okkur og svona að reyna að halda haus í gegnum þetta. Og mér fannst við gera það nokkuð vel. Þeir setja stór skot og eiga bara stór fráköst og svoleiðis. En bara það að komast í gegnum svona áhlaup finnst mér rosalega svona við erum að reyna að skapa liðsheild og mér fannst við ná að skapa hana þarna, tókum alveg stórt stökk í því í dag. Þetta lið sem við erum með í höndunum virðist vera svona engar hetjur í þessu liði en þetta samt þið gerir það svo mikið í flæði þessi leikmenn. Þú með 3 leikmenn sem eru skora 20 stiga meira þeir verðast allir vera að gera einhvern veginn svona í flæði við restina af liðinu. Þetta rétt? Skilur hvað það er að fara? Já, og við viljum spila hratt. Það er gaman að segja að við vorum að skáta Eistana fyrir leikinn og þeir eiginlega eru búin að vera að spila betur heldur en við á mótinu. Og bara eru í raun og veru með sömu gildi og við. Eru að tagga, eru að spila hratt og draga kikk og allt þetta. En í dag bara, mér fannst við finna flowið okkar og einmitt eins og þú segir, það er engar hetjur. En við erum tilbúnir að búa til hetjur, skilji. Þannig að þetta er bara, þetta er virkilega flott lið sem við erum hérna. Fóða þrýst í grilli hérna til þess að, Eistarnir virðast vera fullkomna endurkomuna sínu og ætla bara að taka hana leik. Hvað hlýtur nú aðeins að fara um þig hérna þegar? Já, að sjálfsögðu og mér fannst hann líka, hann var greinilega bara tilbúinn í flæðinu vegna þess að hann þarna tekur þetta skot þegar einhverjar, ég veit ekki, 8-9 sekúndur eftir, skilju. En hann var bara viss að hann myndi setja hann, skilju. En, við erum alltaf með örfenda undriðan Danna og hann svaraði bara. Hann ætlaði sér bara að koma þessu fram í og bara virkilega vel gert hjá hann. Hvíldardagur á morgun væntanlega lúin bein eftir þessa fyrstu 3 daga sem hafa verið svona high intensity og æfingar og rosalega hátt intensity í þessu leikjum. Já, við erum hann að pressum mikið, við erum með djúslæti og svona þannig að þetta er mjög kærkominn hvíldardagur á morgun og vonandi strákarnir bara að fara að hvíla sig vel og henda sér í vatnið aðeins og kæla sig þar og við að finna röddina og svoleiðis. Þannig að þetta er bara rock'n'roll áfram. Kærar þakkir. Gangi ykkur vel á laugardaginn á móti Danmörku. Danmörku, takk.